Góðan daginn. Ég set hér 25. fund bæjarstjórnar sem haldinn hér í bæjarstjórnarsal miðvikudaginn 15. maí 2024 og hófst hann klukkan 5. Fundinn sitja Ragnar Már Ragnarsson, Erla Friðriksdóttir, Heiðrún Höskuldsdóttir, Þórhildur Eyþórsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson og Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir og Hrafnhildur Hallarsdóttir sem hér stendur og stýrir fundi. Og hér er Jakob Björgvin Jakobsson bæjarstjóri, Þórarinn Jónasson sem ritar fundagerð og Jón Sindri Emilsson sem sér útsending á þessum fundi sem stendur út beint og aðgengilegur á YouTube-rás Sveitarfélagsins. Á dagskránni í dag eru 15 mál og við göngum þá til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá er fundagerð dreifbýlisráðs frá 3. fundi dreifbýlisráðs og lagt fram til kynningar og orðið laust. Það kveður sér engin hljóðs. Annað mál á dagskrá er bæjarráð, fundagerð frá 22. fundi bæjarráðs, lagt fram til kynningar og orðið laust. Engin kveður sér hljóðs. Þriðji liður fundagerð Sambands íslenskra sveitarfélaga, lögð frá fundagerð frá fundi nr. 947 stjórn sambandsins frá 19. apríl 2024, lagt fram til kynningar og orðið laust. Engin kveður sér hljóðs. Liður 4 er erindi frá HSH. Hér er lagt fram þakkarerindi frá HSH til Sveitarfélagsins Stykkishólms. Orðið laust undir lið 4. Engin kveður sér hljóðs. Bæjarstjóri þakkar fyrir hlýjar kveðjur og samstarfi á liðnu ári. Að öðru leyti vísar bæjarstjóri til ályktunar bæjarstjórnar frá 21. fundi bæjarstjórnar þann 25. janúar 2024 varðandi sérstaka þakkir í tengslu við landsmót UMFI 50 ára plus sem haldið var árinu 2023 í Stykkishólmi. Hver eru samþykkið þessari kveðju? Og það er samtliga. Lið 5 tengivegaáætlun, lögð hér fram samþykkt tengivegaáætlun vegagerðarinnar fyrir árin 2024 til 2028, lagt fram til kynningar og orðið laust. Engin kveður sér hljóðs. Liður 6, frumvarp til laga verndar og orkunýtingar áætlun, það er virkjunarkosti í vindorku. Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis sendir til umsagnar frumvarp til laga verndar og orkunýtingar áætlun eða virkjunarkosti í vindorku. Þetta er lagt fram til kynningar og orðið laust undir lið 6. Engin kveður sér hljóðs. Liður 7, tillaga til þingsályktunar stefnu stjórnvalda uppbyggingu vindorku á Íslandi. Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis sendir til umsagnar tillögu til þingsályktunar stefnu stjórnvalda uppbyggingu vindorku á Íslandi, lagt fram til kynningar og orðið laust. Engin kveður sér hljóðs. Liður 8, gjaldtaka bílastæða á hafnarsvæði. Lögð eru hér fram tilboð og tillögur frá parkalausnum og Green Parking að útfærslum á gjaldtöku fyrir bílastæði á hafnarsvæðinu í Stykkishólmi. Fulltrúar fyrirtækjanna komu til fundar við bæjarráð á 20. fundi og gerðu grein fyrir tillögum sínum. Málið var lagt fyrir á 7. fundi hafnarstjórnar. Bæjarráð lagði á 22. fundi sínum áherslu á að settar verði 3 greiðsluvélar á svæðinu að lágmarki 2 og að gjaldtaka með myndavélum geti hafist á næsta ári á svæði P3. Bæjarráð fól bæjarstjóra umboð til samningagerðar og eftir atvikum að leggja til við bæjarstjórn reglur og samþykkt innheimtuna. Lögð hér fram drög að gjaldskrá og reglum til fyrri umræðu bæjarstjórn og orðið laust undir lið 8. Engin kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs og vísar gjaldskrá og reglum til síðari umræðu bæjarstjórn. Hver eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum að lið 9, beislun sjávarorku til raforkuframleiðslu. Á öðrum fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar gerði bæjarstjóri grein fyrir fundi sínum og formanns atvinnu- og nýsköpunarnefndar við stjórnarformanni Sjávarorku EHF ásamt fulltrúum Orkusölunnar og Landsvirkjunar, þar sem rædd var aðkoma Sjávarorku, Landsvirkjunar og Orkusölunnar að tilraun í nágrenni Stykkishólms við að beisla sjávarorku til raforkuframleiðslu.
Atvinnu- og nýsköpunarnefnd hvatti bæjarstjórn til að fylgja eftir vilyrði að tilraun verði gerð í nágrenni Stykkishólms við að beisla sjávarorku til raforkuframleiðslu. Lögð er fram skýrsla starfshóps umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra frá apríl 2024 bætta orkunýtni og ný tækifæri til orkuöflunar. Í skýrslunni er að finna 50 tillögur leiðir til bættrar orkunýtingar og orkuöflunar, meðal annars tillögur sem snúa að nýtingu sjávarorku. Í skýrslunni er bent á mikilvægi þess að huga undirbúningi hérlendis fyrir nýtingu hennar þar sem miklir náttúrulegir möguleikar á beislun sjávarorku til staðar á Íslandi og að stefna ætti á það árið 2040 ætti árlega orkuframleiðsla með sjávarorku við Ísland að vera alltaf 200 gigawattstundir. Bæjarráð fagnaði á 22. fundi sínum frumkvæði umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra og niðurstöðum starfshópsins. Í samræmi við niðurstöðu starfshópsins leggur bæjarráð þunga áherslu á að Orkustofnun hefjist nú þegar handa við vinnu við greinargerðir á nýtingu sjávarorku og á sama tíma að ráðuneytið hefji undirbúning fyrir hugsanlega nýtingu hennar. Bæjarráð hvatti á sama tíma Sjávarorku EHF í samvinnu við Orkusöluna og Landsvirkjun að taka þátt í verkefnum sem þau telja geti skila árangri varðandi rannsóknir og þróun á nýtingu sjávarorku hérlendis í samræmi við skýrslu starfshópsins og lýsti yfir vilja og áhuga sveitarfélagsins til að taka þátt í því verkefni. Orðið er laust undir lið 9. Engin hversu hljós. Bæjarstjórn tekur undir áliti bæjarráðs. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Það kom að lið 10, gjaldskrá tónlistarskóla Stykkishólms. Lögð fram gjaldskrá tónlistarskóla Stykkishólms fyrir árin 2024 til 2025. Bæjarráð samþykkti á 22. fundi sínum gjaldskrá tónlistarskóla fyrir skólaárið 2024 til 2025 og lagði til við bæjarstjórn að staðfesta hana. Orðið er laust undir lið 10. Engin hversu hljós. Bæjarstjórn samþykkir gjaldskrá tónlistarskóla Stykkishólms skóla árið 2024 til 2025. Hver eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Liður 11 viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2024 til 2027. Lagður fram viðauki 1 við fjárhagsáætlun 2024 til 2027. Bæjarráð samþykkti á 22. fundi sínum viðauka 1 við fjárhagsáætlun 2024 til 2027 og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja hann. Orðið er laust undir lið 11. Heiðrún, bæjarfulltrúi Í-lista, biðjum orðið. Gerðu svo vel, Heiðrún. Bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, við erum hér með bókun á íbúalistanum. Undirrituð eru ekki sammála þeirri fjárhagsáætlun sem fulltrúar H-lista samþykktu fyrir yfirstandandi ár og viðaukinn byggir á. Undirrituð sitja því hjá við afgreiðslu málsins. Íbúalistinn Ragnar Már Ragnarsson, Heiðrún Höskuldsdóttir, Erla Friðriksdóttir. Takk fyrir þetta, Heiðrún. Orðið er laust undir lið 11. Engin hversu hljós. Bæjarstjórn samþykkir viðauka 1 við fjárhagsáætlun 2024 til 2027. Hver eru samþykkið þessum? Það er samþykkt með 4 atkvæðum og Í-listi situr hjá. Þá koma lið 12, starf bæjarritara, auglýsing. Lögð fram tillaga að auglýsingu fjármála og skrifstofustjóra sveitarfélagsins ásamt starfslýsingu og ráðningarferli. Bæjarstjóra var á 22. fundi bæjarráðs falið að annast undirbúning ráðningar í samræmi við framlagða áætlun og gera tillögu að ráðningu til bæjarstjórnar og halda aðalmönnum í bæjarráði upplýstum í ferlinu. Orðið er laust undir lið 12. Engin hversu hljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs með þeim breytingum á ráðningarferlinu sem felast í aðkomu aðalmanna bæjarráðs og er attendus falið uppfæra ráðningarferil til samræmis við bókun bæjarráðs. Hver eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá koma lið 13, Ragnar Ingi. Gerðu svo vel. Ragnar Ingi, bæjarfulltrúi Hálistavíkur á fundi undir lið 13.
Það er liðið 13, það er starf skólastjóra. Tillaga. Á 22. fundi bæjarstjórnar var samþykkt að staða skólastjóra verði auglýst og sama fyrirkomulag verði viðhaft og síðast varðandi ráðningarferli. Starfið var auglýst frá 15. mars til 3. apríl 2024. Bárust 2 umsóknir stöðu skólastjóra. Bæjarráð samþykkti á 21. fundi sínum tillögu að uppfærðri nálgun á ráðningarferli skólastjóra með það að markmiði að tryggja faglegt, sanngjarnt, gagnsætt og skipulagt ráðningarferli gagnvart báðum umsækjendum í samræmi við minnisblað frá Attendus. Ráðgjafar Attendus komið til fundar við bæjarráð eða hafninefnd til að gera grein fyrir niðurstöðu sinni á 22. fundi bæjarráðs. Málinu var þá vísað til bæjarstjórnar í samræmi við ráðningarferli. Lögð er hér fram tillögu af bæjarstjóra og forseta bæjarstjórnar ráðningu skólastjóra og orðið er laust undir lið 13. Engin kveður sér ljós. Bæjarstjórn samþykkir tillögu bæjarstjóra og forseta bæjarstjórnar að Þóra Margrét Birgisdóttir verði ráðin skólastjóri samreikins grunn- og tónlistarskóla í Stykkishólmi í samræmi við fyrirliggjandi heildarmat á hæfni umsækjenda. Hver eru samþykkið þessum? Og það er samþykkt með 6 atkvæðum og Ragnar Ingi Vik á fundi. Þá koma lið 14. Ársreikningur sveitarfélagsins Stykkishólms 2023. Lagður er fram ársreikningur sveitarfélagsins fyrir árið 2023 ásamt endurskoðunar skýrslum. Bæjarstjórn samþykkti á 24. fundi sínum að vísa ársreikningi sveitarfélagsins Stykkishólms 2023 til síðari umræðu í bæjarstjórn. Bæjarráð samþykkti á 22. fundi sínum að vísa ársreikningi til síðari umræðu í bæjarstjórn og lagður er fram til síðari umræðu ársreikningur sveitarfélagsins Stykkishólms og stofnana hans fyrir árið 2023. Ársreikningar sveitarfélagsins Stykkishólms er gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög ársreikninga og reglugerð bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga og auglýsingar ráðuneytis sveitarstjórnarmála reikningsskil sveitarfélaga. Bæjarstjóri mun nú gera grein fyrir helstu atriði ársreiknings sveitarfélagsins Stykkishólms fyrir árið 2023. Gjörðu svo vel, Jakob Björgvin. Forseti. Í fyrri umræðu var ítarleg grein gerð fyrir helstu niðurstöðum ársreiknings sveitarfélagsins fyrir árið 2023. En svona til upprifjunar þá ætla ég að gera stuttlega grein fyrir svona helstu stærðunum. Rekstrartekjur samkvæmt ársreikningi A og B hluta námu 2,4 milljörðum á árinu 2023 en þar á námu rekstrartekjur A hluta 2,2 milljörðum. Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði var jákvæð 283 milljónir króna og rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda var jákvæð 179 milljónir króna. Rekstrarniðurstaða A og B hluta var hins vegar neikvæð 40 milljónir króna en fjárhagsáætlun með viðaukum hafi gert ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu af fjárhæð 63 milljónum króna. Skýrist það einna helst að 2 frávikum frá áætlun, annars vegar í fræðslumálum og hins vegar vegna viðbótarframlags í brú lífeyrissjóð. Rekstrartekjur A og B hluta jukust 7% milli ára, rekstrargjöld jukust 6% milli ára og eru 8% hærri en áætlunum með viðaukum hefði gert ráð fyrir. Veltufé frá rekstri nam á árinu 2023 307 milljónum króna, samanborið við 244 milljónum króna árið áður og það er jákvætt hversu hratt við náð veltufé frá rekstri upp á síðustu árum. Hambarfé í árslok 2003 nam 98 milljónum króna og lækkaði 37 milljónum króna á árinu 2023. Fjárfestingarhreyfingar A og B hluta á síðast ári námu 293 milljónum króna, lántökur námu 160 milljónum króna og afborganir langtímalána voru 219 milljónir króna. Skuldaviðmið A og B hluta sveitarfélagsins í árslok var 104%
en rekstrarjöfnuður A og B hluta síðastliðinna 3 ára neikvæður 183 milljónir króna. Fjárhagsáætlanir sveitarfélagsins gera ráð fyrir því að rekstrarjöfnuður nái jafnvægi í árslok 2025. Og til að hnykkja á þessum frávikum og þá var þessu fráviki sem snýr að brú, þá var í október 2023 ákvarðað af stjórn Brúar lífeyrissjóðs að viðbótarframlag yrði innheimt hjá launagreiðendum frá og með janúar 2024 vegna tiltekins hóps lífeyrisþega sem væri með tryggð réttindi hjá sjóðnum. Við þessa ákvörðun myndaði skuldbinding sveitarfélagsins gagnvart þessum hópi lífeyrisþega hjá A-deild Brúar lífeyrissjóðs og nam þessi skuldbinding 47 milljónum króna tæplega og hún gjaldfærð í rekstrarreikningi og var áður nefnt frávik. Nú áherslu bæjarstjórnar á árinu 2023 og að yfirstandandi ári að skapa áfram eftirsóknarvert umhverfi fyrir fólk og fyrirtæki standa vörð grunnþjónustu sveitarfélagsins, sérstaklega hag barna og fjölskylda þeirra og eldra fólks og sækja ábyrgð fram með samfélagslegum mikilvægum fjárfestingum innviða sem komið til með að skapa svigrúm til eflingar samfélagsins á svæðinu og sama tíma stefnt að því að tryggja skuldaviðmið og skuldahlutföll sé að lækka markvisst á tímabilinu. Þessar áherslur og markmið bæjarstjórnar endurspeglast í fyrirliggjandi ásetningi og samþykktum áætlunum en það alltaf áskorun frá degi til dags að tryggja að þessi markmið nái fram að ganga. Bæjarstjórn og stjórnendur sveitarfélagsins þurfa að vera og eru vakandi fyrir ákveðnum þáttum í rekstri sem endurspeglast í þessum ásetningi. Áfram þarf að leggja áherslu á ábyrga fjármálastjórnun þar sem gætt aðhalds og ábyrgðar í rekstri sveitarfélagsins á sama tíma og þjónusta við íbúa verði eins og best verður á kosið. Það þarf að áfram að huga að því og vinna markvisst að því að ná enn meira veltu fyrir rekstri sem þarf að standa undir afborgunum skulda og skuldbindinga, legt og endurspeglast í fyrirliggjandi ástreikningi og áætlunum sveitarfélagsins. Þannig að rekstur geti áfram staðið undir greiðslu skulda og nauðsynlegum fjárfestingum, með öðrum orðum að reksturinn sé sjálfbær sem hann enda endurspeglast það í fyrirliggjandi ásetningi. Helstu fjárfestingar 2023 eru tilteknar með eftirfarandi hætti: Maðkavík, búseturétti íbúðir, leikskóli, Höfðaborg, gangstyttur og gatnagerð, framkvæmdir íþróttuvöll, Súgundisey, Grendagámar, eins og nánar var tiltekið í fyrri umræðu ásetninginn, en annars vísa ég til ítarlegri yfirferðar eins og áður segi við fyrri umræðu ásetnings, en ásetningur hefur ekki tekið breytingum milli umræðna. Takk fyrir góða greinargerð, Jakob, og orðið laust undir lið 14. Ragnar Már, bæjarfulltrúi á Y-lista. Þau beðum orðið. Gjörðu svo vel, Ragnar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér til umræðu seinni umræðu ársreikningur fyrir árið 2023 og það verður að segjast að þessi ársreikningur vonbrigði líkt og reikningar undanfarin ára þar sem að tapið fyrir 2023 eru 40 milljónir. Þetta skýrist nú meðal annars að viljaleysi Hálistans til að laga þessa stöðu með því að lækka skuldir sveitarfélagsins sem nú grundvöllur á því að koma rekstri sveitarfélagsins á réttan kjöl. Ákvarðanir Hálistans undanfarin ár varðandi sum verkefni verða ekki til þess að bæta stöðuna og Víkurhverfið nýlegt dæmi það. Þarna maður að ræða ákvörðun sem byggði á húsnæðisáætlun sem var unnin af sveitarfélaginu og gerði ráð fyrir mikilli fjölgun íbúa. Þegar við tölum við Íslands síðustu áramót að þá kemur að ljós að íbúar sveitarfélagsins eru 1266 en ekki 1310 eins og gerði ráð fyrir í áætluninni. Og það var svona spurning hver raunveruleg þörf á nýju hverfi sem að mun kosta okkur mun meira heldur en við munum fá út úr í gatnagerðargjöldum og mér skilst nú að það verkefni sé nú meðal annars komið fram úr áætlunum þegar
Það má nú einnig benda á að sko þegar að eru skoðaðar tölur hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga að þá hafi útsvarstekjur sveitarfélagsins lækkað 17% fyrstu 4 mánuði ársins samanborið við árið 2023, þannig að þetta fer allan ekki vel á stað, verður að segjast. Og í slíkri stöðu þá er erfitt að bregðast við minni háttar málum eins og að klæða tónlistarskólann eða setja lyftu í grunnskólann sem ég veit ekki hvað við höfum haft oft á fjárhagsáætlun, koma upp kynjalausan klefa í sundlaugina, fyrir utan náttúrulega verkefni sem að verðast einhvern veginn hafa sofnað eins og að setja eggið í súgundisegina, en það var náttúrulega mikið kappmál Hálistans að koma því verkefni á fót. Við höfum svo sem margoft farið yfir þetta og rætt fjárhagsstöðu sveitarfélagsins, en við ætlum að loka þessu með bókun. Niðurstöður ársreiknings sveitarfélagsins Stykkishólms kom ekki óvart með hvernig Hálistinn hefur haldið á fjármálum sveitarfélagsins. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður á tímum COVID og eldri skulda sem fulltrúar Hálistans þreytast seint á að benda á, sem ástæðu slakra fjárhagsstöðu sveitarfélagsins hafa þau hinn sömu lítið tillit tekið til þess í rekstri á síðasta ári og ekki sýnt mikla viðleitni til að rétta af fjárhag sveitarfélagsins. Vextir og verðbætur síðastliðna 2 ára voru 480 milljónir. Þrátt fyrir háa skuldastöðu og tilheyrandi vaxtakostnað hafa fulltrúar Hálistans lítið leitast við að greiða niður skuldir sveitarfélagsins. Þá vekur athygli að mikill munur er á áætlun og endanlegri niðurstöðu. Í viðauka sem samþykktur var þann 30. nóvember á síðasta ári, mánuði fyrir lok fjárhagsársins, voru laun vanáætluð 130 milljónir króna. Neikvæða rekstrarniðurstaða A og B hluta upp á 40 milljónir króna sem upphaflega var áætluð jákvæð upp á 115 eru vonbrigði, en vissulega heldur betra en 73 milljónir króna tap á árinu undan. Rekstrarniðurstaðan er því 155 milljónum króna frá upphaflegri áætlun. Hafa ber í huga að 135 milljónir króna framlag frá jöfnunarsjóði á árinu vegna sameiningar sveitarfélaga er framlag sem verður ekki til frambúðar en lagar stöðuna til muna á árinu. Ef það ekki komið til, hefði mátt gera ráð fyrir tap á rekstri sveitarfélagsins hefði verið 175 milljónir króna. Það ber að nefna að það er ánægilegt að veltufé frá rekstri nam 307 milljónir króna og er hærra en afborgun skulda sem námu 219 milljónir króna. En veltufé frá rekstri skýrist að hluta til af 100 milljónir króna auka framlagi frá jöfnunarsjóði sem kom ekki fram í viðauka í nóvember. Undirrituð vísa í fyrri bókanir vegna fjármála sveitarfélagsins og telja enn að standa verið betur að gera fjárhagsáætlana fyrir sveitarfélagið. Að öðru leyti er vísað til yfirferðar fulltrúa íbúalistans á bæjarstjórnarfundum. Að lokum vil ég undirrituð koma framfæri þökkum til starfsfólks, bæjarfulltrúa og endurskoðanda sveitarfélagsins fyrir þeirra framlag við gerð ársreiknings. Og undir þetta skrifa Ragnar Már Ragnarsson, Heiðrún Höskuldsdóttir og Erla Freyrisdóttir. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már, og orðið er laust undir lið 14. Steinunn Ingibjörg, bæjarfulltrúi í Hálista, hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Steinunn. Fundarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar. Það er ársreikningurinn. Ég ætla nú ekki að sverta hann alveg eins og var gert áðan. En mér leikur forvitni á að vita af því að þegar að fjárhagsáætlun er unnið og annað slíkt, að þá eru báðir listar sem koma að því. Og ég myndi vilja fá þá tillögur hvar við ættum að draga saman í rekstri. Það er margrætt Víkurhverfið, það er að mínu áliti sú fjárfesting sem á eftir að skila okkur einhverju þegar tíminn líður og við þurfum á þessu að halda. Ég er ekki sammála því að við
séu með nægt íbúðarhúsnæði til þess að bregðast við ef að fólk vill flytja hérna í bæinn. Við sjáum það best á því að eignir sem að koma á sölu hérna, það seljast jafnóðum, það staldra ekki mikið við. Þannig að það er eftirspurn. Varðandi reksturinn sjálfan og til dæmis síðasta viðauka, það er rétt að það var aukning á launaútgjöldum, en þá spyr ég hvað getum við gert í því? Eigum við að segja nei við því ef að starfsmenn sveitarfélagsins fara í veikindaleyfi til að mynda? Eigum við ekki að ráða inn í skóla eða á Höfðaborg eða annað slíkt ef að einhver dettur í veikindaleyfi, eigum bara að láta þessar stöður standa auðar? Við verðum að bregðast við þessu, við getum ekki séð fyrir öllu. Inn í þessu voru ákveðnar launahækkanir og við svo sem bjuggumst við þeim, en þarna var ýmislegt sem að gerðist til dæmis í fræðslumálunum sem að við áttum einfaldlega ekki von á og við gátum ekki setið aðgerðalaus við það. Og ég vil bara minna alla bæjarfulltrúa á það að við erum öll saman í þessari vinnu og það að tala um að Hálistin sé að bjóða upp á okkur á óráðsíu finnst mér ekki svona beint smekklegt. En allt í lagi með það, ég ætla fyrir okkar hönd í Hálistanum að koma með örstutta bókun varðandi ársreikningin. Bæjarfulltrúar Hálistans fagna fyrirliggjandi niðurstöðu ársreiknings sem að sýnir fram á rekstrarlega sjálfbærni sveitarfélagsins og aukinn fjárhagslegan styrk þrátt fyrir krefjandi rekstrarumhverfi og mikla verðbólgu sem litar niðurstöðu ársins. Ársreikningurinn sýnir fram á stöðuleika í rekstri og sterka fjárhagslega stöðu til skemmri og lengri tíma. Bæjarfulltrúar lýsa sérstakri ánægju yfir því hversu markvisst veltu fyrir frá rekstri sem er það fjármagn sem er til ráðstöfunar til afborgunar skulda og til fjárfestinga eftir að búið er að greiða allan rekstrarkostnað hefur hækkað á síðustu árum. Samkvæmt ársreikningi 2023 er skuldaviðmið sveitarfélagsins einungis 104%, en það má hæst vera 150% samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Það er ánægjulegt að þessi mikilvægi mælikvarði fjárhagslegt heilbrigði sveitarfélaga hafi lækkað markvisst á síðustu árum og hraðar í raun en væntingar stóðu til. Þetta sýnir svart á hvítu að við búum við ábyrga fjármálastjórn og erum að ná þeim árangri í rekstri og þeim markmiðum sem við höfum sett okkur til lengri tíma í rekstri sveitarfélagsins. Árið 2023 var gott ár og árið 2024 fer vel af stað. Það er ljóst að það hefur margt áunnist á síðustu árum og enn fleiri verkefni og áskorunir framundan sem gaman verður að takast á við. Áfram þarf hins vegar að sýna útsjónarsemi við að ná fram hagræðingu í rekstri og taka mið af langtíma markmiðum í fjárfestingum og fjármögnun þeirra. Og undir þessa bókun rita Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson, Þórhildur Eyþórsdóttir og Steinunn Magnúsdóttir. Takk fyrir þetta, Steinunn. Og orðið er laust undir lið 14. Ragnar Már, við byrjum orðið. Gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, það er bara sjálfsagt og okkur skylt að koma með eða réttar sagt taka saman svona þær tillögur sem við höfum komið með varðandi ábyrgari stjórnun. Það mætti nú til dæmis bara nefna eitt gott dæmi hér, líkt og Snæfellsbær hefur gert, að það er farið yfir nákvæmlega stöðuna á hverju einustu stofnun sveitarfélagsins hver einustu mánaðamót. Á hverjum einasta bæjarstjórnarfundi fá bæjarfulltrúar að vita nákvæmlega hver staðan er. Að fá bakreikning upp á ykkur ógreidd laun eða ykkur launakostnað sem að menn sá ekki í nóvember upp á 130 milljónir, það kalli ég ekki góð yfirsýn. Bæjarfulltrúi nefnir að árið fari vel á stað. Ég var nú að nefna bara rétt áðan að sko útsvarstekjurnar virðast vera að lækka 17% og aukaverk í Víkurhverfinu eru nú, Víkurhverfið er nú þegar komið fram úr áætlun, þannig að ég ætla að vona að það sé þá okkur aðra tölu sem að
benda til þess að þetta sé að fara vel á stað en við tökum hennar lista saman, klálega. Takk. Takk fyrir þetta Ragnar Már. Orðið er laust. 14. Steinunn Ingibjörg, bæjarfulltrúi Hálfstad, gerðu svo. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Útsvarstekjur hafa farið niður. Til þess að ná útsvarstekjum upp, þá þurfum við að fjölga störfum í bænum, þá þurfum við að laða að fólk til þess að koma hérna og vilja starfa hérna, fá einhvers slags nýsköpun og fleiri fyrirtæki til þess að sjá hag sinn í því að starfa hérna og til þess að það geti orðið, þá þurfum við að hafa húsnæði. Það er svo einfalt mál. Ég vildi bara koma þessu á framfæri og varðandi hérna sífellda samanburð við til dæmis Snæfellsbæ. Þetta er gott hjá þeim að gera þetta svona. Ég get alveg tekið undir það og þetta er eitthvað sem við getum tekið okkur til fyrirmyndar hugsanlega. En við getum ekki borið saman rekstur þessara tveggja sveitarfélaga af því að störfin í þessum bæjum eru mjög ólík og útsvarstekjur eru mjög ólíkar. Við erum bara að tala allt aðrar tekjur á milli þessara tveggja sveitarfélaga og það er nákvæmlega þetta sem okkur langar að rétta af hérna. Við þurfum að laða að fleiri störf sem að gefa okkur hærri útsvarstekjur. Takk. Takk fyrir þetta Steinunn. Orðið er enda laust undir lið 14. Gjörðu svo þetta. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég var ekki að bera saman tekjur sveitarfélagana. Kannski helsti munurinn er náttúrulega skuldastaðan sem er ákaflega sterk hjá þeim. Þannig að þeir hérna geta kannski leitt sér ýmislegt. Það sem ég var að benda á að það er þessi yfirsýn sem að bæjarfulltrúar fá á hverjum einasta bæjarstjórnarfundi. Menn sjá nákvæmlega hvernig launaþróunin er, hvort að menn séu að fara fram úr í kaupum og aðföngum eða eitthvað slíkt. Þannig að það var það sem ég var að benda á. Varðandi að auka atvinnu, þá bendum við nú meðal annars á það þegar var verið að fara í Víkurhverfið að það væri nú kannski rétt að fara fyrst í atvinnulóðirnar til að skapa störfin. Áður við förum að skipuleggja lóðir fyrir íbúa sem eiga að flytja hingað í bæinn vegna nýrra fyrirtækja sem hugsanlega vilja koma. En þetta er bara spurning forgangsröðun og hvað svona sýnir kannski misjafna sýn listana á hvernig við viljum reyna að fjölga fólki og búa til störf. Takk. Takk fyrir þetta Ragnar. Orðið er laust. Lið 14. Jakob Ingi, bæjarstjóri, biðjum orðið. Gjörðu svo. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að fara aftur í kynningu mína á hérna stöðu sveitarfélagsins og skýringum á þeirri skuldastöðu sem við erum með hjá sveitarfélaginu, 2 milljarðar í langtímalán. Fór ágætlega yfir það á síðasta bæjarstjórnarfundi í löngumáli og rakti söguna alveg frá 2006 til ársins í dag, öll þau töp sem hefur verið á sveitarfélaginu frá þeim tíma, einungis örfá skipti sem hefur verið rekstrarhagnaður á þeim tíma. Stærstu lántökur sveitarfélagsins voru 2007, 2012, 2017, samanborið við tekjur ársins í dag og þannig getur maður að reikna saman hver ber ábyrgðina þá á þeirri skuldastöðu sem við erum í dag og hún er sennilega á höndum margra bæjarfulltrúa. En ég er heldur ekki að segja að það sé einhver neikvætt í þeim skilningi því auðvitað voru þessar fjárfestingar til þess að fjármagna mikilvægar fjárfestingar, mikilvæg innviði fyrir sveitarfélagi. Ég gerir ráð fyrir því að lántakan 2007 hafi verið til að fjármagna leikskóla til dæmis. Frábærir innviði sem við erum með hérna í þessu sveitarfélagi. Og auðvitað byggjum á þeim góðu innviðum og það er skýringin á þessu skuldastöðu. Ég átta mig alveg á því og það er öllu fyllilega ljóst að listan eru ekki sammála við Víkurhverfi. Það er alveg klárt. Og þá er bara gott að draga það fram hvort það séu
iðnaðarlóðir fyrst og með þeirri fjárfestingu og lántökur sem þyrfti þá til þess eða íbúðalóðir og það þá bara ágreiningur það eða við skipta skoðunum. Það bara allt í lagi með það sko. Ég sko aðeins bara til þess að leiðrétta varðandi með íbúðaþróunina. Það kannski ekki dæmi það og leiðrétta það hér með. Þetta ekki gott dæmi það að það sé ekki þörf á uppbyggingu íbúðarhúsnæðis að leiðréttingin var gerð á þessari íbúðatölu. Íbúðatalan er leiðrétting á síðustu 15 ára. Þannig að það leiðrétting á öllu landinu. Þannig að það ekki neinn viðmið það að íbúðum allt í einu fækka. Það bara leiðrétting, tölulega leiðrétting. Þannig að það gefur ekki neinn merki það þessi minni þörf. Það bara mat hvers og eins og því kannski eru ósammála það mat, listarnir, en það þá bara liggur þá í hlutarins eðli að það bara skipta skoðunur á því. Síðan það alveg rétt. Ég er búin að taka þátt í þessari fjárhagsáætlunarvinnu og sem bara góðar umræður sem eiga sér stað í gerð fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins og þar eru báðir listar sem eru koma þar að borðinu og eru þá að koma að borðinu gerir ég ráð fyrir á grunni skyldna sína á ábyrgð samkvæmt sveitarstjórnarlögum sem að gera enga greinarmun þannig sé á meirihluta og minnihluta. Bara hver og einn bæjarfulltrúi ber sína ábyrgð og þar höfum við verið að kalla eftir tillögum varðandi þá rekstur sérstaklega og það svo sem ég hef ekki heyrt að þessu skiptar skoðanir milli þessara tveggja lista, hálista og ílista á rekstrinum sem slíkum. Þetta hefur snúist fjárfestingar. Og þá veltum maður fyrir sér, var munur á fjárfestingum á þar síðasta ári eða síðasta ári. Þá eru framkvæmd í Maðkavík og Höfðaborg og allt svona. Mér finnst þetta alltaf hverfast einhverja ágreinum einhverja fjárfestingar. Þegar fjárfestingin er grundvöld til lántöku, þá fyrir þetta snúast bara lántökuna en aldrei tala verkefnum saman tíma. En gott ef við lyftingrunnskóla, klæðatólaskóla, þetta fjárfesting. Þá bara ræðum við það í tengslu fjárfestingu. En ég vil leggja áherslu á það. Ég hef bara ekki heyrt að þessi munur á stefnu þessara tveggja lista hvað varðar hreinan rekstur. En það þó líka hægt að fá það þá fram ef þessi munur. Er munur á því hvað fjármagn á að fara í grunnskólan? Það hefur ekki komið fram. Leikskólan, þjónustustigið. Ég held að þessum málum hefur alltaf verið lent í sameiningu. Saman hvort það var gjald frá desembermánuði eða hvað sem tengist á rekstri, hefur vanalega þessu hefur vanalega lent í sameiningu. Þannig að það nú ekki svo mikill ágreiningur að fólk ná ekki saman greinilega því að fólk að gera það með þennan almenna stóra rekstur sem við erum með hér í sveitarfélaginu, sem bara vel. Þannig að þetta ekki eintóm ágreiningur öll mál. En það ákveðnir hlutir hérna sem að menn vita bara að menn eru bara með skiptar, sína á þau. En að öðru leyti vísa ég bara til yfirferðarmennar við í fyrri umræðu ásetning sveitarfélagsins, þar sem ég fór meðal annars yfir þar fjárfestingar sem voru fjárfestingar og framkvæmdir sem voru farið í á síðasta ári, árið 2023 og bara hvet fólk til þess að kynna sér þá yfirferð. Takk fyrir þetta, Jakob. Og orðið er laust undir lið 14. Viltu fá að svara? Ragnar Már Gerðisvoll. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, í grunninn þá í rauninni engin ágreiningur á milli listana varðandi reksturinn. Það eru allir sammála það að við viljum halda upp í góðu þjónustustigi hérna. Það eru reyndar svona ákvarðanir sem að okkur hugnast ekki að vera að telja upp framkvæmdir sem hafa farið í fyrir 10, 20, 30 árum síðan sem svona vanda þess, svona, grunn þess vanda sem við erum í dag. Við held ég leysum hann ekki með því að auka enn frekar á hann. Ég meina ef að þetta hefur verið vandamál fyrir 20 árum síðan þá verðum við að búa væntanlega til vandamál núna í dag sem að verður eftir 20 ár. Það endilega það sem við viljum? Held ekki. Takk.
Takk fyrir þetta Ragnar. Fleiri sem vilja koma upp undir lið 14. Svo ekki. Þakka góða umræðu hérna. Og það er alltaf rétt að það komi fram og það fer alltaf mikil umræða samtal ársreikninga hérna í þessu húsi og þetta er unnið í sameiningu. Þó að svo komi bæjarfulltrúar upp og láti svo allt hafi gengið illa. En það væri líka frábært að fá góða tillögur og vinnubröðum úr öðrum sveitarfélögum, kannski bara fyrr, þannig að getum unnum eftir þeim, heldur frekar að ávarpa það á bæjarstjórnarfundi. En, ekki nú hátt eða eitthvað, ég man ekki eftir þessu, en bara, við skoðum þetta bara kannski framvegis, en nú berum við ársreikning 2023 undir atkvæði. Hver eru samþykkir ársreikningi 2023? 4 atkvæði með, hverjir eru á móti og hverjir sitja hjá. Fulltrúar í-listans sitja hjá og fulltrúar H-listans greiða atkvæði með. Nú munum við skrifa undir ársreikninginn og gerum stutt hlé á fundi á meðan. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita samfélag fólksins í hólminum, sameini kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngufæri og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu. Og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu, þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Þá hafa allir bæjarfulltrúar ritað undir ársreikning fyrir árið 2023. Þó það hafi ekki allir samþykktan. Það er komið að lið 15, minnispunktar bæjarstjóra, Jakob Björgvin Gerðsvall.
Forseti. Að gera grein fyrir minnispunktum mínu fyrir maímánuð 2024 og nærendar yfir aðeins lengra tímabil. Sennilega apríl líka. Sennilega mars. En fyrst að þessu, allt frá sameiningu Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar hefur staðið til að ráðast í endurbætur og félagsheimilinu Skildi í Helgafellssveit. Málefni Skjaldar og viðhaldsstörf með tilliti til forgangsröðunar á viðhaldsverkefnum húsnæðisins var vísað til dreifbýlisráðs í kjölfar sameiningarinnar. Framkvæmdir vegna endurbóta eru hafnar á Skildi en þær endurbætur sem nú er unnið að snúa vatnslögnum og salernisaðstöðu í húsinu. Nú teikningar á nýju skipulagi salerna á Skildi voru lagðar fyrir síðasta fund dreifbýlisráðs sem samþykkti þær og fagnaði uppbyggingu og endurbótum af hálfu sveitarfélagsins á félagsheimilinu. Ráðið telur með endurbótum skapist forsendur til þess að geta nýtt þau tækifæri sem húsið býður upp á og hægt sé að glæða húsið lífi á ný með fjölbreyttu menningar og viðburðastarfi. Sundlaug Stykkishólms hefur verið lokað tímabundið en viðhald á lauginni hefur staðið til í nokkur tíma og bara í nokkur ár þetta viðhald sem við erum að fara í núna. Viðhaldslokun á 25 metra út í lauginni var semsagt orðið tímabær þar sem yfirborðsefnið sem var mestu upprunalegt var farið að segja til sín. Verkið ekki hægt að vinna nema í hlýju og þurru veðri og því þótti heppilegast að ráðast í verkið snemma að sumri til. Til að forðast vætu þarf að reisa einfalda yfirbyggingu yfir laugina á meðan unnið er að viðhaldi á lauginni. Þá verður einnig farið í smávægilegar lagfæringar á innirlaug, flísalögn í kringum laugar, löguð, sturtuklefar, lagfæriður og ýmis önnur viðhaldsverkefni. Jafnframt verður tími nýttur og unnið að ýmsum þrifum sem ekki er hægt að komast í þegar gestir eru í lauginni. Stefnt er að því að opna innirlaug og heita potta eins fljótt og aðstæður leyfa. Samkvæmt verkáætlun taka endurbætur á útilaug 3 vikur en endurbætur á innirlaug og klefum á að taka styttri tíma. Óveruleg breyting á deiluskipulagi við Nónvík, það segja sem margir þekkjast sem Hjallatanga, tók gildi í dag. Á fundi 23. fundi bæjarstjórnar samþykkti bæjarstjórnar grenndarkynna tillögu á óveruleg breytingu og þetta snýr að Hjallatanga 48. En fyrirhugaðar breytingar, þessar breytingar sem gerðar hafa verið felast í að vegna landalla og jarðvegsstýrðar á lóðinni er byggingareit breytt lítillega og nú er heimilt að byggja hús á 2 hæðum. Aðkoma frá götu er inn á efri hæð byggingarinnar, hæð undir aðkomu hæð undir hefur verið óniðurgrafin vegg til suðurs. Vakin er athygli á því að jafnframt að kjörskrá fyrir forsetakosningar liggur frammi í ráðhúsi sveitarfélagsins, hægt er að skoða hana á almennum opnunartíma ráðhússins. Nú strákarnir í 10. flokki karla, drengja í körfuknattleik eftir atvikum, unnu á dögunum lið Laugdæla og Hraunamanna eftir háspennu leik þar sem aðeins 1 stig skildi liðin að. Með sigrunum urðu þeir Íslandsmeistarar í 3. deild. Og ég vil hér nota tækifæri frá sveitarfélagsins og óska drengjunum innilega til hamingju árangurinn og eins og maðurinn sagði bara áfram Snæfell út allan heim. Nú sem endra nær. Fyrsta skemmtiferðaskip sumarsins kom í Hólminn 10. maí síðastliðinn. Nú þeir tóku á móti skipinu Jón Bekk, Jón Jakob, Jón Páll, Einar Strand og Ingvar með sínu einlæga brosi. Og allar skipakonur í sumar eru 22 en á vef sveitarfélagsins má finna lista yfir skipakomur og dagsetningu og áætlaðan komutíma. Fyrsti fundur bæjarstjórnar unga fólksins fór fram síðastliðinn miðvikudag, 8. maí. Bæjarstjórn unga fólksins er skipuð ungmennum úr ungmennaráði sem sjá fundarstjórn og undirbúning fundar. Á fundum bæjarstjórnar unga fólksins kynna fulltrúar unga fólksins áherslumál og bæjarfulltrúar sitja til svara.
Á fundinum síðastliðinn miðvikudag var bæjarstjórn meðal annars hvött til að leggja áherslu á að tryggja félagsmiðstöðinni betra húsnæði fyrir sína starfsemi. Lagðar voru fram tillögur að bættri og aukinni götulýsingu og bæjarstjórn hvatt til þess að skoða möguleika og tvískiptum sortunum og ljósastöra. Svo einhvað sé hér nefnt. Og síðan líka með því þá verið að gefa gangandi vegfarendum kost á að flokka sorp. Þá voru málefni Fjölbrautaskóla Snæfellinga tekið til umræðu og farið í niðurstöðu úr lýðræðisþingi grunnskólans sem fór fram 15. apríl síðastliðinn. Fulltrúar bæjarstjórnar unga fólksins kölluðu meðal annars eftir aukinni verklegri kennslu í grunnskóla og hvöttu bæjarstjórn til að taka mötuneysmál í grunnskólanum til athugunar með tilliti til gæða máltíða og fyrirkomulags. En allar þessar álitanir munu fara nú í stjórnsýslulega meðferð hjá sveitarfélaginu og fara í venjubundið ferli. Átakið Hjóla í vinnuna í fullum gangi en það hófst 8. maí síðastliðinn. Það Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands sem stýrir heilsu- og hvatningarverkefnum nú í 22. sinn og mun það standa til 28. maí. Hólmarar og helgpillingar eru sjálfstöðu hvattir til að hjóla í vinnuna eins og aðrir. Útskriftarhátíð Fjölbrautaskóla Snæfellinga verður haldin föstudaginn 24. maí í hátíðasal skólans í Grundarfirði. Hátíðin hefst klukkan 2 en að henni lokinni verða kaffiveitingar í boði skólans. Allir velunnarar skólans eru boðnir velkomnir. Skógræktarfélag Stykkishólms vinnur nú að því í samstarfi við sveitarfélagið að planta öspumynna girðingar milli Aðalgötu og Íþróttavallar. Aspirnar eru nú 1,5 metri að hæð en gera má ráð fyrir því að togni vel og fljótt úr þeim í veðursældinni hér í Stykkishólmi. En meira var það ekki frá mér að sinni og ég lýk máli mínu með þessum umfjöldunum gróðursetningar í kringum völlinn. Takk fyrir góða minnispunkta, Jakob. Orðið er laust undir lið 15 minnispunktum bæjarstjóra. Enginn sem vill gera athugasemd við veðurblíðuna eða neitt. Ég vil taka undir orð Jakobs bæjarstjóra fund unga fólksins. Við sátum náttúrulega þennan fund þess hér og hann var mjög skemmtilegur og áhugaverður. Og ég von að þau stóðu svo óskaplega vel þetta unga fólk. Það voru fulltrúar úr grunnskólanum, fulltrúar úr framhaldsskólanum og útskrifaðar nemandi úr framhaldsskólanum og við getum enga kvíða held ég þáttöku unga fólksins í bæjarpólitíkinni. Og mér finnst líka mjög gaman að þau ræddu nefndu að sérstaklega eitt málið var að auka samvinnu á milli grunnskólanna á Nesinu og þá jafnvel líka Fjölbrautaskólans til að unga fólkið myndi kynna svona eins og það í gamla daga. Það svo sem komið að lokum þessar fundar og það eru forsetakosningar 1. júní. Minn ykkur á að nýta atkvæðisréttinn ykkar alltaf. En að annars þá slít ég þessum fundi klukkan 17:54 og þakka góða fundarsetu og áhugaverðar umræður. Takk.